Við fljúum nú yfir Miðfjarðará í Húnavatnssýslu. Miðfjarðará talin ein besta laxveiði á landsins og síðastliðið sumar árið 1988 veiddust rúmlega 2000 laxar í Miðfjarðará. Við fljúum nú yfir neðsta hluta árinnar sem svokallað sílungasvæði fyrir neðan brúna á þjóðveginum. Þar eru taldir góði veiðistæði nokkrir eins og Vestureyrarhylur og Hauganeshylur. Þarna sjáum við bæinn Barð í fjarska og hér fremst á myndinni má sjá Laugabakka. Rétt ofan við brúna Landeyrarhylur og við fylgjum nú ánni í suður, það að segja upp ána. Hérna eru nokkrir góðir veiðistæðir þó svo að áin skipti sér nokkuð hér á eyrunum, en undir bökkunum sem að sjá má þarna nokkrum stöðum leynast oft laxar og nokkrir góðir veiðihyljir. Og það sé að sérstaklega nefna Teigahúshyl og þar nokkru fyrir ofan veiðihylurinn Trumba og við erum nú komnir niður að Trumbu. Hér sjáum við veiðimann koma akandi. Það mjög gott að keyra meðfram Miðfjarðará. Og hérna sáum við heim að Melstað. Trumba dálítið dulmagnaður veiðistæður. Hann var nú settur í samband, ef svo má orða það, síðastliðið sumar. Það hefur ekkert vatn verið í Trumbu síðastliðið sumar. En bændur eru sífellt að laga ána til fyrir veiðimenn og reyndar fyrir laxinn líka. Þarna niður á eyrunum þar sem hún hvíslast allmikið. Og síðastliðið sumar 1988 þá veittu þeir ánni aftur að þessum forna og fræga veiðistað Trumbu. Hér sjáum við Einar Sigfússon vera að nýta flugu á tauminn. Einar mjög vanur veiðimaður og hefur veitt í mörg ár í Miðfjarðará. Gjör þekkir ána. Það sólskin og blíða núna. Trúlega setur hann á smáa flugu. Einar tekur hér upp tvíhendis flugustöng. Og byrjar að vanda ofarlega í hylnum. Hér nokkuð straumþungt, en laxinn getur oft legið hér ofarlega, einkanlega þegar hann í göngu. En þegar að minna vatnir þá liggur hann neðar í hylnum. Einar dregur út langa línu og kastar fallega yfir undir austurbakkann. Því að lax getur legið þarna á það bil 100 metra löngum kafla. Það getur verið erfitt að fóta sig í stríðum straumi. Betra að fara að öllu með gát. Ekki má gleyma gleraugunum fyrir þá sem veiða með flugu. Það var skeð stór slys þegar menn gleyma að setja gleraugun á sig. Nú Einar kominn neðarlega í hylinn. Þar getur lax legið langt niður eftir hylnum og niður á þessa miklu breiðu sem við sjáum. En ekki vildi laxinn taka í þetta skipti svo Einar vindur inn og veður í land. Og þá bara að skipta flugu, því oft tekur hann ekki fyrstu, hann tekur ekki þá næstu, kannski ekki þá þriðju, en kannski þá fjórðu. Og hér fljúgum við áfram upp með Miðfjarðará. Hér
eru nú ekki margir veiðistaðir en þó þið sjáuð bakkan sem hér næst okkur. Þar undir gæti fiskur legið. Hér kvíslast áin og grynkar þá að sama skapi. Þess vegna hafa bændur verið að breyta farveginum þarna á nokkrum stöðum til þess að fá hana til að renna í einum ál. Þá verður hún dýpri og myndast fallegir og góðir veiðistaðir. Hér má sjá rafveitustreng ofar Merkjahil og Garðshil. Illamóafljót og Melabreiða og hvað þeir heita nú allir þessi veiðistaðir sem eru hér á löngum kafla og veiðimenn sem að stunda Miðfjarðará og veiða hér oft ár eftir ár. Þeir kynnast þessum hyljum smátt og smátt og fá hér oft marga laxa á þessu svæði. Hérna komum við að þessu melbarði. Hér upp á þessu melbarði flugvöllur en neðan við þennan mikla mel þessi frægi hylur grjóthylur sem talin með allra bestu veiðistöðum á landinu. Grísilega fallegur fluguveiðistaður. Þið sjáu grjótið þarna efst í honum og þið sjáu grjótið hérna núna þegar við erum komin niður á jörðina. Nú hér Jón Albert Kristinsson farinn að kasta flugu fyrir lónbúan í Grjóthyl. Hann notar aðra aðferð heldur en einar. Hann kastar miklu ofar í ána, kastar upp fyrir sig og lætur strauminn taka flugun á þann hátt. Leitar fjarskalega vel með þessu móti. Hér efst í Grjóthyl liggur oft lax. Enganlega þeir sem á leiðinni ofar í ána. En hann getur legið niður eftir öllum hylnum. Grjóthylur það bil 200 metra langur veiðistaður og það ekki nema í miklu vatni sem að fiskur liggur mjög neðarlega í hylnum. Í litlu vatni og normal vatni þá hann aftur ofar. Hér hefur Jón sett í einn fallegan eins og sjá má. Hér eru góðar aðstæður til þess að þreyta fisk. Þið sjáuð staurana á bakkanum hinum megin. Við veiðimenn segjum gjarnan hann tók við fyrsta staur eða annan staur og staurarnir einir 5 eða 6 þarna niður eftir bakkanum þarna á móti og í miklu vatni þá tekur hann gjarnan við 5. staur eða 7. staur. Hér veður vinur og veiðifélagi Jóns, Ingibjörn Hafsteinsson, með háfinn út á móti laxinum. Grjóthylur hann ber nafn sitt af því að hann mjög grýttur. Nokkur grjótanna standa upp úr en það mjög grýtt hann í botni og þess vegna gott að hafa góðan háf og góðan mann til þess að háfa fyrir sig. Og það eru kátir og sælir veiðimenn sem að vaða í land með fenginn sinn. Nú við fljúum áfram upp með Miðfjarðará. Hérna eru nokkri góðir veiðistæðir á þessari leið en það eins þar sem áin skiptir sér svona eins og hér að þá breyta legustæðirnir sér einnig, hyljirnir breyta sér og stundum fiskur mikið í stekkjarfljóti eða hornpolli sem að sjást hér á myndinni og þarna má sjá bæinn Brekkulæk og frægustu veiðistæðir í Miðfjarðará eru Brekkulækjarstrengir sem að draga nafn sitt af bænum Brekkulæk. Brekkulækjarstrengir voru með hæstu veiðistöðum í ánni 1987. Hingað nú erum við komin aftur niður á jörðina og að veiðistað sem að heita Skálapollar. Við erum í neðsta skálapollinu þarna
og þarna var Svisslendingur að landa laxi. Þið sjáu þennan fallega klett þarna vinstra megin í myndinni. Þar heitir Ardísarhylur fyrir neðan og út af þessum kletti. Mjög erfiður veiðistaður. Nú, hér erum við komin svolítið ofar í Vesturá, þangað við erum komin núna. Við erum neðalega í Vesturánni. Hér Svisslendingur af veiðum, sá sami sem við sáum áðan vera að landa þessum fallega laxi niður í Skálapollum. Og hann mun vera að kasta hér í Langhyl. Svisslendingurinn notar ekki tvíhendu eins og Einar og Jón Albert. Hann með einhendis flugustöng eins og sjá má og kastar mjög fallega. Það töluvert önnur tækni sem að þarf við einhendis flugustengur heldur en tvíhendis. Í raun og veru kastar maðurinn alveg eins með vinstri hendinni þó svo hann haldi á stönginni í þeirri hægri. Hann kippir í línuna eins og þið sjáið bæði í bakkasti og framkasti. Síðan lætur hann strauminn taka fluguna og leika í vassi yfir borðinu. Það eru margir svona nettir og fallegir strengir í Vesturá. Hér má nú aldeilis sjá ánægða veiðimenn. Þetta eru svissneskir feðgar sem hér í fyrsta skipti og þegar hér komið sögu þá hafa þeir fengið 5 laxa eins og sjá má. Það eins gott fyrir útlendinga að hafa góða leiðsögumenn eins og Óli Viðar svo sannarlega Þessa laxa hafa þeir fengið alla í Singora veiðistafnum, þar að segja 1 í hverjum veiðistaf. Enda Vesturá vatnslítil á og viðkvæm og erfitt að fá marga laxa úr sama hylnum. Hér sjáum við annan útlending kasta. Þetta fransmaður. Hann með tvíhendu. Þessi maður hefur veitt oft á Íslandi í mörgum veiðám og veitt í nokkur ár í Soginu og Stórlaxá. Hér hann að reyna fyrir sér í Vesturá og hefur gengið nokkuð vel. Fengið nokkur laxa þegar að okkur ber hér að. Hann dregur línuna lítið eins og þið sjáið. Lætur strauminn taka línuna og fluguna. En hefur litla höng eins og sjá má. Lagar línuna fallega, takið eftir þessu. Sviflar stangatoknum upp streymis til þess að bugurinn á línunum fari ekki á undan flugunni niður strauminn. Þetta laglega gert. Þetta mjög nett kastað. Já, þetta fallegur veiðistaður, Kistufoss og breiðan hér niður af. Hér liggja laxar oft neðarlega þegar að gott vatn í ánni. Nú, hér Svisslendingurinn. Ungi maðurinn komið með 3 fallega laxa og aldeilis kampakátur. Vesturá mjög fjölbreytileg. Það eru fallegar breiður og það eru gljúfur, það eru fossar og það eru djúpir gilskorningar eins og sjá má hérna.
Þarna hafa þeir Jón Einarsson og Þórhallur Steingrímsson læðst fram á brúnina á Hlíðarfossi. Það er mjög erfitt að veiða Hlíðarfossinn. Bæði er mjög erfitt að bera agnið fyrir fiski hérna vegna þess að það er svo straumþungt enganlega þarna efst upp í fossinum. Þeir eru afar erfið skilyrði bæði við að bera beitina fyrir hann og landónum og nánast útiloka fyrir einn mann að standa hér að því að landa fiski. En þetta eru vanir veiðimenn greinilega og gjörþekkja ána, veiða hér á hverju sumri. Og gæta þess að laxinn sleppi ekki niður á breiðuna og styggi þá sem þar eru því að það er mjög frægur veiðistæður, Hlíðarfossbreiðan. Og bara á, hann er kominn í hafinn, allt hefur gengið óskum og menn brosa út af eyrum eðlilega. Já, sumir hafa rotaran alltaf við hendina, en það er líka gott að vera handsterkur. Og þá er að læðast aftur fram á bergið og reyna við annan, því það var greinilegt, svo faglega var hinn fiskurinn þreyttur að hann stigði fjarskalega lítið. Þeir sem læðast og fara svona varlega, þeir veiða. Hinir sem að tylla sér á fremstu brún og reyna að skygna hylgina, sjá laxinn, verða yfirleitt fyrir vonbrigðum vegna þess að laxinn sér ekkert síður heldur en veiðimaðurinn. Og þar sem svona háir klettar eru og menn bera við hímum, það eru ennþá meiri líkindi til þess að menn styggi. Svona sem þá er gott sáði þennan sem stökk hérna niðri. Kannski tekur hann á eftir. Því að fara nógu varlega, skríða, jafnvel að liggja á maganum við að reyna, gefur árangur. Nú sjáum við hérna niður á breiðuna og reyndar ennþá neðar er góður tökustöður. En við skulum færa okkur svolítið upp eftir Vesturánni. Hún er mjög fjölbreytileg. Eins og sjá má, þið sjáu hérna niður í gljúfur, þið sjáu strengina og smá fossa og fallega breiður. Þetta er fjölbreytilega og skemmtilega á og þið sjáu hvað vegurinn liggur nærri. Það er örstutt að skreppa niður að ánni, skilja bílinn eftir. Og meiri sé að sjáu þið annan veg þarna ennþá nær ánni, sem er eins konar veiðimanna vegur. Og þarna sjáu þið niður að Kollafossi, þessi afliggjara sem liggur hérna niður á veginum, liggur niður á Kollafossi. Og hér er ég og sonurinn að gæfa okkur á kaffi og Þetta er Kollafossi sem stendur hjá núna, hann gefur nú ekki marga laxa, en enganlega vera kastir og skýjað. Ég fékk 2 laxa hérna í fyrradag, en það er erfitt að veiða Kollafossi. Hann er mjög viðkvæmur, maður þarf að taka langan sveig áður en maður kemur að staðnum sem maður stendur á. En þá gengur þetta í stöð. Það er nógu varlega. Og þetta var eina litlar pröfur. Það var gengið best, flugurstæð nr. 10 og nr. 8. Og ég myndi telja í svona vatni, við erum búin að mæla vatnshitann í dag, þetta er 10 gráður. Þá myndum við reyna svona hægsveppandi línu frekar heldur í flotni. Þetta er flottin að nokkuð góð. Það er gaman að sjá þegar hann kemur upp úr dýpinu og tekur hann í fossinu. Vonandi fá það að sjá það.
Og það eins og áður, það reynt að læðast, láta sér minnst á sér kræla og byrja efst í strengnum. Það er svo merkilegt með þessa fossa og þessa hörðu strengi hvað lax sér vel þó hann sé í strengnum. Litlar flugur sem að leika á yfirborðinu, hann kemur þjótandi svo tundursleit eftir þeim. Fjarskalega skemmtilegt. Þarna erfitt með bakkast eins og sjáum á, klettarnir mjög nærri og margar flugur brotna einmitt í bakkastinu. Og þá getur verið erfitt að setja í lax með brotna flugu. Þess vegna þarf að hafa mjög stutta línu í bakkasti en reyna að kominu vel út í straumin og láta jafnvel straumin taka línuna og bera fluguna niður á brotið. Þið sjáu þið brotið. Í miklu vatni getur lax legið hérna alveg niður á blábrotinu og þá getur verið erfitt að standa þarna upp frá. En við flotlínu hægt að láta fluguna berast alla leið til laxins. Þetta er fallegu veiðistæður, magnaður og þrunginn og skemmtilegur. En því miður, hann tók ekki þetta skiptið, þá tekur hann bara næst. Við skulum flytja okkur aðeins ofar. Hér sjáum við fallega ræktun og falleg tún. Hér sést heima Kollafossi og Fosshól og hér sjáum við brúna sem liggur hér yfir ána og þar heitir Túnhylur. Þar er alltaf mikið að laxi og þá fara veiðimenn gjarnan upp á brúna til þess að skygna hyluna og sjá kannski 20, 30, 40 upp í 100 laxa og kasta allan daginn og enginn tekur. Sérstaklega í svona veðri þegar sólin skín og lognir af himnum, þá getur það ekki verið erfiðara. En myndatökumennir þeir koma ekki til okkar fyrir klukkan 9:30, þeir töluðum að koma klukkan 8 og hefðu þeir gert það, þá hefðu þeir séð okkur taka 6 laxa sem þið sjáuð liggja þarna í grasinu. Það þarf að nota mjög smáar flugur við svona skilyrði. Þarna sáu þið fallegan stökkva og það getur verið erfitt að fá þann 7. Ég tala nú ekki þegar að myndavélarnar eru á veiðimönnum. Þetta er sonur minn Jóhann sem að situr þarna og fylgist með. Hann hefur verið veitt frá því að hann var 5 eða 6 ára gamall og fyrir nokkrum árum síðan þá byrjaði hann að veiða lax af alvöru. Í svona veðri þá notum við gjarnan snertikost. Snertikost er í því fólgin að maður kastar nettri flugu, lítilli flugu með fínni línu og mjóigirni á vatnsflötinn og kippir flugunni tilbaka. 2, 3, 4 sinnum, jafnvel oftar. Í 7. eða 7. skipti þá lætur maður fluguna liggja kyrra og þá vil hann ekki missa henni og stekkur á hana. Þannig fengum við 3 af þessum 6 laxum sem að liggja þarna á bakkanum. Nú er Jóhann byrjaður að kasta, ekki vildi hann fluguna hjá mér, ég ætlaði að vera óskaplega flinkur og sína kvikmyndatökumönnunum hvernig ætti að fara að þessu, en það gekk ekki. Þetta er ég farin að bera laxana upp í bílinn og Jóhann leggur fluguna fallega fyrir fiskana eins og þið sjáuð og stendur langt frá og bak við stóra steinin. Sáuð þið tökuna? Falleg var hún. Þetta er sko gaman. Og í svona veðri og í blanka logni á pínu litla flugur, trúlega númer 12. Og þá er að fara svolítið frá ánni og reyna að leiða laxinn af tökustaðnum. Það er ekki gert með því að toga fast í og það er ekki gert með því að hjóla hratt inn, heldur með því að ganga hægt og rólega aftur á bak. Láta sem minnst heyrast í hjólinu og hafa átækið sem jafnast.
og að sjálfsögðu að gamli maðurinn farin að segja synunum til svona eins og aftur sætis bílstjóri. Þetta sæmilega væll lax. Sýnist að vera svona 8 pund, kannski 10. Þið sjáu hvernig gitnið klífur vatnsflötum þegar hann strikar upp á legustæðin eða tökustæðin eins og sagt er. Það gera þær gjarnan laxarnir þegar búið er að draga þá frá tökustæðinum og reynar alltaf að komast aftur á sinn fyrri legustæð. En það er hægt að leiða laxana, þetta læra menn svona með reynslunni, það er hægt að leiða þá töluvert með því að hafa átakið mjúkt. Nú þarf Jóhann að halda stöngina hátt á lofti því að þarna er gljúfur, nokkuð djúpt og stórir steinar í botninum. Og þangað leitar laxinn til þess að reyna að losa flugun úr sér. Og þá erum við að gera lyfta stöngina hátt upp, halda línunni hátt uppi og hafa svolítið langa línu. Vaða alls ekki út í ána og fara alls ekki fram á bakkan til þess að styggja þá laxa sem eftir í hylnum. Heldur, eins og þið sjáuð, reyna að leiða hann langt frá tökustæðinu. Þetta er einhendis flugustöng sem Jóhann notar. 8,5 fet. Og með línu númer 6 eða 8. Og mjög langt í gífni við svona skilur við. Það er netta völdafæri og hér er mjög góður landunarstaður. Það er gott að vera tveir saman þegar menn eru við laxveiði. Við notum aldrei háf nema í stærstu ánum eins og Soginu og Laxá í Aðaldal. Það er nauðsynlegt að nota háfa. En í minni ám eins og við Fjarðará, Vesturá, þar notum við aldrei háfa. Hvers vegna? Þetta er allt gert fyrir sportið, það er þá meiri möguleiki fyrir fiskinn líka. Sko, þetta er náttúrulega landað, sportteiki, fallegu lax, 10 punda. Sjö laxar þennan morgun, þessa stuttu stund í 3 klukkutíma og túnil. Það er mjög gott við svona skilyrði. En þetta er hægt með því að fara nógu varlega, nota nógu nettar græjur, kasta nógu varlega. Þá er hægt að fá nokkra laxa þarna. Nú við fljúum áfram upp með Vesturá. Hér er nú ekki margir veiðistæðir á þessu svæði. Hér rétt ofan við brúna. En vegurinn liggur að vestanverðu sem að veiðimenn fara. Hér er einnig vegur að austanverður sem liggur að bænum Dalgeirsstöðum. Þeir sem eru kunnugir hérna tína nú upp einn og einn lax á þessu svæði. Hérna eru Dalgeirstaðir næst okkur. En handan við ára að vestanverðu er bærinn Hnúkur. Þar fyrir framan eru nokkrir góðir veiðistæðir. Hér rétt aðeins ofan við bæinn Húk er
þekktur veiðistæður sem heitir Rauðabergshylur. Hann sést þarna á myndinni og þarna sjáum við niður í Orrustuhyl sem mjög þekktur veiðistæður. Við stöndum núna við Orrustuhyl. Það nú einn þekktasti veiðihylurinn hérna í Vesturá. Nú vatnshitinn 10 gráður og ég held að sé nú rétt að nota þá hægsökkvandi línu. Ekki allt of stórar flugur. Það tært vatnið hérna. Ég nota nú ýmsar stærðir svona eftir hver vatnshæðin Straumflugur þegar að mikið vatn og vatnið skolað, en svo aftur minni flugur alveg niður í jafnvel litlar púpur þegar að vatnið tært og bjart eins og núna. Ég að setja hérna á flugu sem að hefur gefið mér nokkra laxa. Hún hefur nú ekki fengið neitt nafn ennþá. Ég ekki vanur að skýra flugurnar fyrir en að komið dálítið góð reynsla á þær. En þetta má segja að þetta líkist dálítið flugu sem heitir Thunder and Lightning. Og þá flugan tilbúin og þá ekkert annað en að byrja. Göngum langt frá hylnum til þess að styggja hann ekki. Hérna í Vesturá í Miðfirði hún mjög vatnslítil yfirleitt og vatnið það tært að maður þarf að taka langangsvein þegar maður kemur að hyljónum og síðan að byrja að kasta eftir straumin og svona niður eftir hylnum og þá skulum við bara lalla af stað. Já, það gengið langt frá ánni og dálítið upp fyrir hylinn til að byrja með. Og byrja síðan að kasta efst í hann. Það ágætt að vera svo sem eins og 10 metra frá ánni. Og oft á tíðum nú betra að beygja sig, jafnvel vera á hnjánum eða setjast á einhvern stein þarna. En þá erfitt að kasta. Því þá línan svo lág í bakkastinu að fluga vill gjarnan berjast við steina sem eru þarna á bakkanum. Nú erum við komnir svona niður undir miðjan hyl sem að talin nú vera aðal tökustaður í Orrustuhyl. Það líka margir laxar og margir stórir og geysilega spennandi að kasta hérna. En hún virðist ekki lítast á þessa flugu, svoleiðis að ég gafst upp og Jóhann byrjaði að kasta og hann lagstur á hnén, eins og hann vanur. Hann mjög flinkur kastari og kastar oft sitjandi eða á hnjánum. Og mér líkur við að segja að hann geti kastað þá hann líka maganum. Ég nú að taka vatnshitann þarna eins og við sjáum. Kannski hefur hann stigið upp 1 gráðu. Og þá tekur hann frekar. Vatnshitinn var 10 gráður fyrir 2 tímum síðan. Kannski hann komin í 11. Takið nú eftir þessu, þannig liggur Jóhann á hnjánum bak við stein. Í svona stellingu mjög erfitt að kasta út af bakkastinu. Og rísan hægt upp, takið eftir þessu. Og síðan, hann á. Þetta hápunkturinn. Það takan sjálf. Og það presentasjónin. Eða hvernig flugan borin á laxinum. Það það sem skiptir máli.
Það skiptir kannski meira máli heldur en hvaða stærðir eða hvaða litur á flugunni. Það er að bera hana rétt á borð fyrir laxinn. Og alltaf nett. Aldrei með látum. Ekki láta koma stórt skvamp þegar flugan skellur á vass yfirborðinu. Og hafa línuna helst alveg strekkt á. Það tekur nú nokkuð fast á honum strákurinn. En það er þetta sama, það er að reyna að leiða laxinn frá tökustaðnum því það eru fleiri laxar í heiminum. Miklu fleiri laxar. Ágætis löndunin aðstæða og það er gott að kæla hendina eilítið áður en tekið sporðin og verður ekki eins var við það, samt missi hann. Fallegur lax, nýgengin og falleg á og fallegt umhverfi. Reyndar allt fallegt þegar vel gengur. Hvað er skemmtilegra en að vera einir út til guðsgrænni náttúrunni? Það var að sjá hvernig hann er tekinn. Það reynast oft ansi vel kröflurnar hans Kristjáns Gíslasonar. Þetta er ein gul krabba sem hann hefur tekið þessi. Það var eins og ég sagði við ykkur áðan áður en við byrjuðum. Það þarf oft nokkrar flugur til þess að vekja hann, fá hann til að rísa á eftir flugunum, koma neðan úr djúpinu. Hann virtist ekki vilja taka þessa flugu sem ég bauð hana fyrst, en svo býður Jóhann þessa kröflu, gulu kröflu, og hann tekur hana bara næstum því alveg niður í kok eins og þið sjáum. Þetta er gula kraflan hans Kristjáns Gíslasonar. Hann hefur nýtt þær í ýmsum litum. Þessi hefur reynst okkur ágætlega og þetta virtist vera rétt að stærði núna. Það var ekkert annað en að ganga frá honum bara, mæla hann, vigta hann. Hann er ómerktur. Merktir fiskar eru ruggakliftir, veiðivíkin er kliftur af og þá er merki inn í hausnum að þeim. En þessi er ómerktur, þannig það er ekkert annað en að ganga frá honum í plasti þegar búið er að vigta hann og mæla. Nýgengið. Setja fyrst málbandið á hann. Við höfum þetta bara eins og saumakonurnar, við erum með svona málband eins og þær nota. Það er sko þægilegt, ég er búinn að nota mörg málbönd, þau eru ryðgað öll. Maður mælir alveg frá snjáldri og aftur í sporðvík og hann er 64 cm á lengd. Og þá var það þyngdin. Svo næsta viktina, Jói, hvað segir hann? 5 pund. 5 pund? Og ekkert blað? Nei, 5 pund. Og þá er að reyna aftur. Því þessi lax hefur ekkert stygt hina laxana sem fyrir eru. Jóhann leiddi hann strax af tökustaðnum og hýlurinn er þar að leiðandi svo til ótruflaður. Og úr því hann vildi þessa gulu kröflu hjá Jóa, þá er það greinilegt að hann tekur hann líka hjá mér eins og þið sjáið. Og þá var að halda stöngina hátt á lofti því að þarna er mjög grýtt og laxinn hafði stokkið og strikar út í stórgrýtið. Og það er að reyna að fara eins að leiðan að tökustaðnum, þarna inn í þetta löndunarvik. Þessi er heldur sprækar en hinn, stekkur meira og strikar meira. En sjáu þið hvernig stöngin er haldið hátt á lofti til þess að hann náði ekki að losa flugun úr sér í grótinu. Þetta er fallegu veiðistaður orðastu hylur. Og Jóhann læðist að laxanum eins og köttur á mús. Og að land er hann kominn.
Þetta nú bara orðin góður morgun. 7 laxar í túnil og 2 í Orrustuhyl. Og það eru nokkrir fallegir veiðistæðir fyrir ofan Orrustuhyl. Það má nefna Sandgilshyl og Guðnavörðuhyl, svo einhverju séu nefndir. En nú fljúgum við áfram upp með Miðfjarðará og þarna má sjá veiðihúsi þeirra miðfirðinga. Geysilega glæsilegt veiðihús og meira að segja golfvöllur þar fyrir utan. Já, þeir eru margir fallegir veiðistæðir hérna í Miðfjarðará. Við fljúgum nú upp eftir ánni eins og áður og hér má sjá Illastreng og Landamerkjafljót og Spena og hér fyrir fram að Managrifjurnar er Spenastrengur og hingað erum við feðgarnir komnir upp í Ármótahyl. Ármótahyl, Núpsár og Austurá. Ármótahylur er lítill veiðistafur og lagst boppar nú ekki mikið þar því að þar tekur hann stefnuna annarkvort á Austurá eða Núpsá. Austurá er til vinstri handar á myndinni en Núpsá er fyrir aftan mig. Við sjáum þetta nú kannski betur hérna sjáum við aftur niður í Spenastrengin. Fljúgum aftur upp með Miðfjarðaránni að Ármótunum sem þið sjáið þarna og hér sem sagt til vinstri rennur Austuráin og nú erum við komnir í Götufljótið sem er rétt ofan við brúna á Austurá. Ekki vilda mig, svoleiðis að Jóhann er byrjaður að kasta og ekki vildan hann heldur, svoleiðis að við skulum bara halda áfram upp með Austuránni. Hún er geysilega falleg, rennur allir í gljúfrum og sumir segja að þetta sé sín uppáhaldsveiði á. Margir að þekktustu veiðimönnum landsins. Hún er heillandi en hún er mjög erfið. Þegar þú ert einu sinni komin ofan í gljúfri þá ferði helst ekki aftur upp úr því. Þú veður þvers og kruss yfir ána og það tekur hver veiðistæður við af öðrum. Við höfum flogið hérna yfir ýmsa þekkta veiðistæði og við erum komnir hérna að Kerlingu og Höfða og við fljúgum ofar og má segja að hér liggi fiskur allstaðar undir steini. Það væri meira gaman að vera niður í gljúfrunum með myndavélina til þess að sýna ykkur hrikaleikann. Hann sést síður þegar að tekið það svona niður á landið. En þó er hægt að átta sig á þessu, þetta eru geysilega há gljúfur. Hér hefur margum maður lent í mörgum ævintýrum. Hérna sjáum við niður í Myrkilinn. Myrkurinn er nú með betri veiðistöðunum í Austurá. Og hérna erum við Jóhann komnir og ég er byrjaður að kasta og eins og áður langt frá ánni sitjandi á steini. Vá, sáu þið þennan? Myrkurinn eru miklu uppáhaldi hjá mörgum veiðimanninum og við höfum fengið hérna nokkra laxa.
en hann afar viðkvæmur. Laxinn liggur fast upp í bergið, þar út í dýpi og það nokkuð löng köst. Þannig sjáum við bergið og með djúpa ál. Sjáum við veiðimanni hérna neðst í horninu til hægri. Það sitja á steini og reyni að kasta línunni þannig hún rísp ekki mikið vatnið eins og þið sáuð. Þarna lenti hún og flugan yfir undir klettunum. Það einnig varhugavert að kasta flugunni svona yfir ána í klettana. Oft hefur það komið fyrir að það var brotnað á þann hátt. Og nú Jóhann tekinn við og lagstur á hnén eins og áður. Þetta viðkvæmt vatnið sem við sjáum. Það auðveldar að kasta upp í strenginn. Þar gárar áin sig miklu betur og ber minna á því þá maður kasti á vatnið. En myndavélin lögg og það má sjá grjótið í botninum. En þið sjáuð engan laxinn, en samt hann þarna. Það dettur línan aftur niður og flugan yfir undir klettunum. Og þetta truflar hann. Kemur við fínustu taugar í honum sem verður til þess að hann stekkur, sjáuð þið, fallegt og annað. Svona hægt að stríða honum og ergja hann með því að kasta hverri fluguna fætur annari. Og 5. fluguna tók hann hjá Jóhanni. Og þá þetta sama, það að ganga langt frá ánni þegar verið að þreyta laxinn og reyna að halda stönginni hátt uppi vegna grótsins sem þarna á bökkunum. Ekki þreytir hann nú þennan mikið, enda hann ekki stór. Og hann spriklar og það erfitt að sporttaka litla laxa. En það hefnast. Og fallegur hann í gengin. Og Jóhann lagstur aftur hér. Þetta von hann hafi ekki truflað hina sem eftir eru. Ekki man ég hvað það flugan var með. En trúlega hefur það verið kraflan hans Kristjáns Gíslasonar. Hann er miklu uppáhaldi á Jóhanni. Og hann leggur línuna eftir sem áður nett að bakkanum handan ár. Og ég sé ekki betur en hans er komið hann á aftur. Þrátt fyrir sólskinn og þrátt fyrir þessa lygnu sem venjulega nú þarna í gljúfránum. Skyldi að vera stærri þessi. Nei, hann tekur jafn fast á honum og dregur hann langt upp í grótið. Svona mega menn og helst ekki gera hann í flugur, fisk. En trúlega þetta stór fluga. Hann hefði ekki gert þetta með flugum með 10 eða 12. Og það flogið áfram upp eftir ánni. Það má segja að Austuráin sé eitt samfelldur veiðistæður og það nú komin á efsta veiðistæðnum sem Kambsfoss í Austurá. Viðkvæmur veiðistæður og gefur afar fáa laxa. Þar liggur hann oft í tugatali og jafnvel 100-tali og kemst ekki lengra. Eftir að veiðiréttareigendur fóru að setja seiði fyrir ofan Kambsfoss þá verður trúlega mikið af laxum sem að ganga þangað og komast ekki lengra þar til stigi verður byggður í Kambsfoss sem við skulum vona að verði einhver tíma, kannski á næstu árum. Því þá opnast margra kílómetra svæði þar fyrir ofan sem mjög skemmtilegt. En þar góð urriðaveiði núna. Austurá kemur úr Arnarvatni mikla. Og þangað eru bændur búin að leggja veg, þokkalegan bílveg og geysilega gaman að eiga þar við stór urriða og fallega bleikjur. Bleikjurnar efst í Austurá upp við Arnarvatn mikla geta verið alveg upp í 4, jafnvel 6 pund. Og sama má segja um urriðana.
geta náð 4-5 pundar stærðar, jafnvel meira. Og þangað upplagt að fara. Annarkvort að áður en maður fyrir að veiða laxinn niður í Miðfjarðará eða eftir. En nú erum við byrjaðir að kasta sem sagt, þarna í Kambsfossi. Þetta fallegur hylur, sáum við þarna kom lax á eftir flugunni og sjáum við hérna á brotinu, takið eftir því, þar liggja nokkrir laxar. Og síðan sáum við þennan hvaðan fallegur. Þetta viðkvæmur staður, eins og margir aðrir. Þarna tekið í Kambsfoss og þannig var hérna að reyna við Kambsfoss. Þeir sækja vask og stöðvarnar. Koma alltaf aftur, ár eftir ár. Þetta næsti veiðistaður fyrir neðan Kambsfoss. Þar á beygjunni líka oft margir laxar. Og hérna komu nokkrir og eltu fluguna hjá mér. En eitthvað var að. Þannig hvort var hún á stór eða of lítil. Hún var ekki réttur litur. Eða ekki rétt kasta fyrir hún. En nokkur kom og lit á hana. Ég komst ekki við rána vegna þess að ég var í vaðstígunum, ég var ekki í vöðlum, en Jóhann var í vöðlum og hann gat vaðið yfir rána og gengið niður að næsta veiðistað sem heitir Krippa. Þar hafa fengið einn lax daginn áður og það er nú svo með okkur veiðimennina að þar sem við einu sinni fengið lax það lifum við til í trú að við fáum þá aftur seinna þegar við komum. Og svo var með Jóhann í þetta skiptið. Hann náði öðrum laxi þarna. Þarna þarf löng kostir en náni verið brotið. En nú skiljum við Austurá og fljúum upp með Núpsá. Þarna var brúin yfir Núpsá og þar hafa bændur laxagildru. Taka alla laxa sem að ganga í Núpsá og merkja þá. Þeir eru með mikla ræktunarframkvæmdir þarna í Núpsánni og reyndar öllu vatnasvæðinu. Tumi Tómasson fiskifræðing og stjórnar þeim framkvæmdum og það er vænst mikils af því. Ég held að þetta hafi verið Klepphollir sem við vorum í. En hérna eru við mættir aftur til leiks, Jón Albert og Ingibjörg. Núpsáin er ekki mikil og ekki stór á eins og við sjáum. En það ganga merkilega stóri laxar í hana. Það sagði með maðurinn sem að merki fiskana við gildruna síðastliðið sumar 1988 að hann hefði merkt marga laxa yfir 20 pund. Merkingi fer fram á þann hátt að það er sett plastmerki nokkuð áberandi í bakuggan og síðan þurfa veiðimenn að skila merkinu. Allt er talið og allt er mælt og síðan vinnur Tumi úr þessum rannsóknum. En Ingibjörn mætti með háfinn og þeir nett að. Og rótaninn tilbúin. Og það er flogið ofar með ánni. Það eru margir veiðistaðir en það er langt að þeim og þess vegna stunda menn ekki mikið þetta svæði. Það er fleða og það er klappastrengur og það er landamerkjað pollur. Þetta eru nokkuð þekktir staðir. Og nú erum við á leið upp að einu þekktasta veiðistæðinu þarna sem eru Núpsfossarnir. Þarna sést til Torfastaða og bærinn Haugur er aðeins neðar. Og hérna sjáum við niður á Núpsfossana.
og við erum mættir með kvikmyndavélina við neðri fossana. Og nú hafa þeir skipt hlutverk. Það Ingibjörn sem með stöngina. Þetta mjög þröngur veiðistaður og erfiður og laxinn liggur ekki niður á brotinu fyrir seint á haustinu og í miklu vatni. Hann liggur upp í dýpinu, undir strengnum, felur sig þar og næstum útilokað að veiða þennan stað með flugu. Þess vegna hefur Ingibjörn reynt fyrir hann með maðki. Greinilegt að hann hefur þurft að sakka djúpt. Þeir eru vanir að vinna saman þessi félagar og fara létt með þetta og eru fljótir með laxana. Enda veiða þeir oft marga. Ingibjörn stýrir honum laglega inn í háfinn hjá Jóni. Og þetta engin vettlingatök. Fagmannlega að öllu staðið. Og nú erum við komin í Efri fossinn sem talin miklu betri veiðistaður og ágætt að kasta flugu þarna. Það langt í bakkan fyrir aftan og nokkuð stór og djúpur veiðistaður. Þarna sáum við stökka og við höfum þegar komið hann svolítið til. Við erum þegar búin að kasta 2 flugum á hans að verða varir og nú er ég með 3 fluguna. Það sem einkennilegt að það hefur reynst mér best þarna að vera með nokkuð langar flugur eins og Black Sheep og slíkar. Og nú er ég með Black Sheep á. Draga upp strauminn og neðst í straumtaglinu tekur hann gjarnan. Og vera með hægsákandi línu. Stundum jafnvel fastsökkvandi línu eða hraðsökkvandi línu. Og sjáu þetta, þarna hefur hann tekið. Fallegu lax. Tölvert yfir 10 pund. Trúlega 15. Já, kannski 12. Kemur í ljós. Við skulum vona það. Við viljum ekki fara með laxinn niður úr hillum því þá þarf maður að fara upp á klettana, príla upp á klettunum og þá bera maður við himinn og styggir alla laxana hérna sem eftir er við hillum. Svona sem við reynum að draga hann upp strengin sem er mjög erfið. En það sjáum við stöngina, hún er kengbogin. Þarna verðum að bæða glíma við þennan þunga lax og þennan þunga straum. Jóhann setur sig í stellingar, hann læðist eins og fyrr og ég reyni að koma hann þarna inn í Klettavíkið sem er mjög þröngt. En þó, þetta ætti að vera hægt, þetta hefnaðist í fyrra. Bæði hjá mér og konu minni. Hún fékk hann mjög fallega lax og við gerðum þetta á þennan hátt. Þess vegna náðum við 2 vegna þess að við gátum dreigja þarna upp án þess að styggja þá sem eftir er í hillum. Þetta eru rosalega átök. Þetta er jafnvel of mikil átök fyrir flugu. Þetta má maður nú helst ekki gera. En græðgin, veiðigræðgin, það er hún sem kallar á þetta. Styggja ekki hillum og fá fleiri. Þið viti hvernig þetta er. Kannski hefnast þetta. Og kannski ekki. Stundu sigrar hann og stundu sigrar við til þessi leikurinn gerður. Það er það sem gefur spennu. Þetta er erfitt að fóta sig þarna í klettunum. Jæja, nú er hann komin inn í vikið. Nú er allt klárt. Já. Og Jóhann tilbúinn. Þetta líka mér. Þetta er gaman. Ha, hvað skeður? Allt laust?
Æjæj, og hann fari. Æ, þetta nú líka toppurinn á þessi, það ekki. Og hvað haldið þið, hvernig haldið þið að veiðisögurnar verði? Þegar kemur fram undir jól, þá var hann 20 pund þessi sem ég misti. Og á gamlárskvöld, kannski 25. Og þannig kveðjum við þetta fallega og heillandi vatnasvæði.